Dagskrárliðinum hjá okkur í kvöld nú endursýni við sönn íslensk sakamál. Í þáttunum fjallað óhugnanlega atburði sem átt á sér stað á Íslandi og reynt að rýna í ástæður þeirra. Þátturinn í kvöld fjallar Asperan. Við minnum að lokum á útvarpsfréttir sem verða lesnar í dagskrárlok klukkan 11:30. 18. maí árið 2000 kvað Hæstiréttur Íslands upp 16 ára fangelsisdóm yfir Þórhalli Ölver Gunnlaugssyni. Þórhallur var ákærður fyrir morð og þjófnað og líklega hér að ræða eitt umtalaðasta sakamál seinni ára. Sakborningurinn í málinu átti sér hins vegar forsögu sem var minna umtöluð og á sér enga hliðstæðu hér á landi. Sunnudaginn 14. janúar 1973 sótti Sigurður Tómas Sigurbjarnason leigubílstjóri mann heim til sín á Víðimel. Hann kemur inn í bíl, sest inn í bílinn til mín og við með að keyra sig í Ysufell. Maðurinn hafði með sér fleyg af áfengisflösku sem hann drakk úr á leiðinni og ræddi aðallega Adolf Hitler og ræður hans. Hann virtist nú verið í einhverju uppnámi maðurinn og var vel til hafður. Og þegar við erum komnir upp á Breiðholtsbraut og þá flettir hann frakkanum frá og þá sé ég náttúrulega bara að hann með skotbelti yfir sig þessum eins og hann var í skæruhernað og þarna með haglabyssu. Sigurður bannaði manninum að fikta í byssunni í bílnum og spurði jafnframt hvað hann ætlaði að gera með byssu svona drukkin. Og þá segist hann alltaf að fara að skjóta endur. Og ég segi hann að þetta sé nú ekki rétti tíma að skjóta endur. Þessi banna að skjóta endur á þessum tíma. Þegar komið var að Yrsufelli greiddi maðurinn bílinn en Sigurður ók á brott. Konan sem bjó á neðstu hæð hússins var heima ásamt eiginmanni sínum og 2 börnum þegar dyrasímanum í íbúð hennar var hringt laust fyrir klukkan 2 þennan dag. Í símanum var rödd sem bað að sér yrði hleypt inn. Konan fór fram í forstofuna og sá að við útidyrnar stóð maður sem henni sýndist dauða drukkin. Þess vegna hleypti hún honum ekki inn. Stuttu seinna heyrði hún að dyrnar voru opnaðar fyrir manninum og í sömu svifum skuttust 2 börn hennar fram á stigapallinn og fór hún á eftir þeim. Þá sér hún að maðurinn sem stóð við dyrnar var kominn inn í húsið og stóð við stigapallinn. Konan kallaði á eiginmann sinn sem kom út í dyragættina og náði börnin en maðurinn hélt upp stigann með byssuna. Konan sem bjó á 3. hæðinni, hér nefnd Steinun, var ein heima ásamt 14 ára syni sínum. Sonur hennar var að ganga út úr eldhúsinu til að skipta föt þegar dyrabjöllunum við íbúðardyrnar var hringt. Steinun heyrði að sonur hennar opnaði dyrnar og heyrði jafnframt einhverjar stimpingar innan úr forstofunni. Hljóp hún þá fram og sá að sonur hennar var að takast á við fyrirverandi tengdason hennar byssuhlaup og reyndi að loka dyrunum. Steinun reyndi að halda við dyrnar meðan sonur hennar forðaði sér. Eftir örskamma stund hrukku dyrnar hins vegar upp og maðurinn kom inn í forstofuna. Árásarmaðurinn sagði ekki orð allan tíman en beindi byssuhlaupinu að Steinunni. Skyndilega heyrðist kona hrópa í dyrunum. Maðurinn kom inn í eldhúsið og spurði Steinunni hvar dóttir hennar væri. Steinun sagði að dóttir sín væri úti en maðurinn sagði hann að ljúga. Þá spurði Steinun hvers vegna hann væri að gera þetta. Maðurinn sagði að nú væri hún orðin fínt út flúruð og ætti bara eftir að fá það á trínið.
fór inn í íbúð Hafsteins Jósefssonar á næstu hæð fyrir neðan sem var ólæst. Steinunn ætlaði að flýja út svaladyrnar en þegar þær voru læstar fór hún inn í svefnherbergi íbúðarinnar og opnaði þar glugga. Steinunn hugleiddi hvernig hún gæti hent sér út án þess að slasast of mikið. Á hæðinni fyrir neðan bjó Hafsteinn Jósefsson ásamt konu sinni og börnum. Ég ætlaði ekki að trúa að þetta væri skothvellur. Ég held að maður klæði mig vinnuföt og ég heyrði aftur skothvell og öskur. Kona Hafsteins hafði farið upp á hæðina fyrir ofan til að sjá hvað væri að gerast. Hún kom síðan fljótlega niður aftur og sagði að verið væri að skjóta konuna á efri hæðinni. Þau fóru þá inn í íbúð nágranna þeirra til að hringja því engin sími væri þeirra eigin íbúð. Á meðan leitaði árásarmaðurinn Steinunnar. Ég heyrði að var hlaupið niður stigana og það skothvell. Eftir svolítið þögn þá hurðinni sparkað upp og hann allt í og komið inn þarna maðurinn og ég bara hlaupið fyrir hafnur. Ég sé það í huga mínu að mér datt ekki annað í hugan að fólki sem að uppið var að þau allt dauð. Og ég held að maðurinn bara væri snarbrjálaður og myndi bara salla allt niður sem að þeir rána læri og kannski sjálfur svo eftir. Og ég reyndi ekki að tala við hann, heldur bara bæði hlaupinu bara strax frá. Og stíg fram með vinstri fótinn svona til hliðar við hann og reyna að snúa hlaupinu út við dyrnar. Þetta gerist bara eiginlega bara á einni sekúndu eða eitthvað svoleiðis. Skotið hleypur inn hér Þegar lögreglan kom loksins á staðinn hafði vini Hafsteins tekist að yfirbuga manninn. Á meðan þessu hafði staðið hafði 14 ára sonur Steinunnar beðið í íbúð nágranna þar sem hann heyrði skothvelli sem hver og einn gat þýtt að móðir hans væri látin. Móðir hans komst þó lífs af og fylgdi hann inn á slysadeild þar sem gert var að sárum þeirra. Þegar þangað var komið spurðu læknarnir hann að nafni. Hann sagðist heita Þórhallur Ölver Gunnlaugsson. Í upphafi 10. áratugarins voru erfiðir tímar í íslensku efnahagslífi. Mikil lægð var yfir helstu atvinnuvegum þjóðarinnar og menn voru spenntir fyrir nýjum hugmyndum og tækifærum. Dag einn í ársbyrjun 1991 voru starfsmenn bæjarverkfræðings í Hafnarfirði ræstir út á Laugardegi af yfirmanni sínum og beðnir að hitta mann sem vildi ræða við þá nýstárlega viðskiptahugmynd. Snemma í janúar 1991 þá fengum ég og aðstoða bæjarverkfræðingurinn í Hafnarfirði fyrirmæli það að hitta tiltekinn kaupmann í Reykjavík út af tilteknum málefni, það að segja vassútflutningi eða hugmyndum einhverjum og þreifingum vassútflutning frá Hafnarfirði. Þessum aðilum var öllum vel tekið og þeim veittar þær upplýsingar sem þær óskuðu eftir, svo sem skilyrði til vasstöku, þær upplýsingar sem fyrir lágu gæði vass og fleira það sem máli skipti í þessu samhengi. Nokkrum mánuðum seinna þá hverfur þessi kaupmaður algjörlega vettvangi og Þórhallur Gunnlaugsson kemur fyrst í stað fram í hans nafni og með fyrirætlanir sem voru kannski svolítið frábrugðnar þessum upphaflegu og gerði ítrekað tilraunir til að fá loforð eða undirskrifaða pappíra, bindandi pappíra frá bæjarsjóði eða Hafnarfjarðarbæ. Þessu daufheyrðust nú menn lengst af við og guldu varu við þessum áætlunum þar sem þær voru kannski þeirri stærðargráðu að það þótti ólíklegt að það væri á færi einstaklings að ráðast í slíkar framkvæmdir. Á fyrirnefndum fundi sögðu mennirnir að væri að ræða 200 til 300.000 tonna skip sem væri á vegum fyrirtækis í Flórida. Nefndi annar mannanna að til greina kæmi að gera samning við Hafnarfjarðarbæ til 10 ára þannig að fyrirtækið boraði og virkjaði holur og legði lagnir. Eftir 10 ár myndi bærinn hins vegar eignast mannvirkin. Svipað leyti birtist í Morgunblaðinu auglýsing frá Bergi Guðnasyni þar sem hann greindi frá því að erlendir fjárfestar óskuðu eftir að komast í kynni við íslenska kaupsýslumenn.
Erlendu aðilarnir voru tveir. Annar þeirra hét Donald Rocco og sagðist vera forsvarsmaður fyrirtækis að nafni United Gulf Trading. Hinn var hins vegar Kúveitbúi að nafni Hani Ahmed sem kynnti sig sem forsvarsmann Omni fjármálasamsteypunar. Þessir menn voru síðan í viðræðum við ýmsa aðila í íslensku efnahagslífi en komust síðan í samband við Vatnsberann og Þórhall Ölver Gunnlaugsson. Í kjölfar þessa fóru hlutirnir að gerast. 31. júlí 1991 barst bæjarstjórn Hafnarfjarðar síðan formlegt erindi frá Vatnsberanum HF þar sem leitað var eftir því við bæjaryfirvöld að þau úthlutuðu fyrirtækinu landsvæði sem fyrirtækinu þætti hentugast undir vatnstöku en það land var undan Kapellurhrauni í Hafnarfirði. Í erindinu var skýrt frá því að Vatnsberinn hafi unnið að samningum við erlenda aðila sem vildu kaupa vatn af fyrirtækinu og að þeim samningum miðaði mjög vel. Í bréfinu voru einnig reifaðar hugmyndir Vatnsberans að reisa átöppunarverksmiðju í Hafnarfirði sem myndi tappa vatninu á flöskur. Með fylgdi kostnaðaráætlun heildarkostnað sem áætlaður var 732 milljónir króna. Þeir tóku á leigu stórt hús við Hjallarhraun í Hafnarfirði og hugðust að tappa þar vatni til útflutnings. Hafnarfjarðarbær gekk til samninga við Vatnsberann og í janúar 1992 undirritaði bærinn samning þar sem Vatnsberinn HF fekk einkarétt á vatnstöku úr borholum við Kapellurhraun austur af Straumsvík. Í samningnum var jafnframt ákvæðum að hann félli sjálfkrafa úr gildi ef framkvæmdir væru ekki hafnar fyrir október 1992. Þegar þarna var komið sögu virtist allt ganga vel á yfirborðinu. Vatnsberann skorti hins vegar sárlega fé til framkvæmda og innan fyrirtækisins voru fjárfestar orðnir langegir eftir því að einhverjir peningar kæmu inn í fyrirtækið. Hani Ahmed, annar þeirra erlendu fjárfesta sem staðið hafði að baki auglýsingunni í Morgunblaðinu, hafði heitið því að finna kaupanda að vatninu og fullvissað menn að greiðslur kæmu innan skams. Sagðist Hani hafa öruggan kaupanda í siktinu og nefndi því sambandi fyrirtæki í Frakklandi. Þegar ekkert spurðist til kaupandans, lét Bergur Guðnason, sá sem fjárfestarnir höfðu sett sig í samband við, grennslast fyrir fyrirtækið í Frakklandi og kom þá í ljós að ekkert var hæft í orðum Hani Ahmeds hvað það varðaði. Hani Ahmed lét sig fljótlega hverfa í kjölfar þessa en þá hafði hann haft umtalsvert fé af Vatnsberanum. Í febrúar 1992 gekk annað reiðarslag yfir Vatnsberann þegar fréttir bárust vafasaman bakgrunn Dr. Donald Roccos. Í framhaldinu dró mjög úr tiltrú manna á Vatnsberanum, auk þess sem augum manna beindust í ríkari mæli að fortíð Þórhalls Ölvers. Já, þegar Þórhallur Ölver kom til okkar fyrst þá vissum við ekki hver hann var en við fengum fljótlega upplýsingar það og samskipti okkar við hann einkenndust að því að okkur fannst hann ekki trúverðugur. Vatnsberanum tókst ekki að uppfylla skilyrði samningsins við Hafnarfjarðarbæ og mitt árið 1992 sleit Hafnarfjarðarbær öllu samstarfi við fyrirtækið. Framkvæmdir fóru aldrei af stað þannig að samningurinn féll úr gildi og þú spurðir að því hvernig því hefði verið tekið, því var mjög illa tekið. Eftir þetta átti Vatnsberinn HF í töluverðum rekstrarörðuleikum. Fyrirtækið skorti fjármagn til að geta haldið áfram framkvæmdum og hafði mist trúverðuleikann. Þá gerist það að við erum kallaðar inn í rannsókn hjá virðisaukadeildinni. Bókhaldið fer allt niður og okkur tilkynnt eftir rannsóknina að við ættum inni 1123.000 í virðisauka. Þetta var náttúrulega bara eins og himnasending hérna akkurat á þessu tímamótum. Þótt himnasendingin væri ekki há, bar Vatnsberinn sig vel. Þórhallur Ölver leitaði til ýmissa aðila fjármagn en enginn lýsti sig tilbúinn til að veita fyrirtækinu lán. Við fréttum það síðan á einhverju stigi málsins, ætli það hafi ekki verið síðla ás 93 sem að hann búinn að festa kaup á landi hér suður í hraunum og búinn að láta bora 3 rannsóknarborholur þar
Þannig að hann virtist vera komið með eitthvað peningum í þetta verkefni. Vatnsberinn átti fljótlega í viðræðum við nýja aðila vatnsútflutning og létu meðal annars gera sjónvarpsauglýsingar til að kynna fyrirtækið og íslenskt vatn á erlendum markaði. Tekjulind fyrirtækisins til þessara kostnaðarsömu framkvæmda átti hins vegar síðar eftir að koma í ljós. Snemma morguns 12. september 1994 fengu Þórhallur og fjölskylda hans heimsókn. Það er hringt á bjöllinu, við byggum upp á annarri hægum, það þurfti að labba svona niður stiga til að opna og ég labba niður og þá stendur hópi manna þarna fyrir utan og spyr Þórhall og ég og fer upp á vegan og segja hann að sé hópur manna þarna fyrir utan að spyrja hann og það sé lögreglan eða eitthvað svona embættismenn og nú síðan var bara mælt heil hersing þarna inn að gera húsleit og það var handtekinn. Gerum heima þá var mér sagt frá því að það væri búið að fara fram á gæsluvarðhaldsúrskurði við Þórhall og hann kæmi sennilega ekkert heim á næstunni. Þegar þarna var komið sögu höfðu lögregla og skattyfirvöld rannsakað bókhald vatnsberans nokkurt skeið. Þórhallur sem framkvæmdastjóri og stjórnarformaður fyrirtækisins var grunnaður að hafa svikið háar upphæðir út úr íslenska ríkinu. Þetta átti Þórhallur að hafa gert með því að hafa keypt virðisaukaskattsskylda þjónustu af einkafyrirtæki sínu, EBO-verktökum, upp á yfir 100 milljónir króna en fengið síðan endurgreiddan virðisaukaskatt af þeirri þjónustu, svonefndan innskatt. Í lögum var heimild til að fá slíkar endurgreiðslur en skattyfirvöld og lögregla töldu Þórhall hafa beitt blekkingum þar sem vatnsberinn hefði í raun ekki keypt þessa þjónustu sem færð var á skattaskýrslur enda hefði EBO aldrei greitt út skatt af þjónustunni sem hann seldi. Skattframtal félagsins lá fyrir í júní 1994 og við skoðum það í ágúst 1994 og þá kemur í ljós ákveðið misræmi milli rekstrarreiknings sem fylgdi skattframtalinu og innskatts félagsins. Og í framhaldi af þessu þá vöknu grunnsemdir að eitthvað athugavert væri og þá sendum við þetta til skattrannsóknarstjóra til meðferðar. Í kjölfarið var Þórhallur Ölver síðan ákærður fyrir það að hafa með röngum virðisaukaskattsskýrslum svikið yfir 38 milljónir króna út úr ríkissjóði. Með honum var einnig ákærður bókari félagsins, Agnar _V. Agnarsson að nafni. Agnar, sem var persónulegur vinur Þórhalls, hafði áður starfað hjá skattinum og þekkti vel til skattkerfisins. Agnar hafði því verið fenginn til að annast framtals- og ársreikningagerð fyrir vatnsberann. Agnar var ekki ákærður fyrir aðild að skattsvikunum, heldur fyrir þátt í öðrum fjársvikum Þórhalls. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi Þórhall og Agnar seka af ákærunum. Eins og Agnar sagði að þá væri það sem við vorum að gera það var ekkert ólöglegt. En þetta var siðlaust. Og það að á þessu 2 ára tímabili sem þetta verið að senda inn, þá eru sendarinn vikulega skýrslur til 110 virðisaukaskattsskýrslur sem allar með innskatti. Og hluta af þeim tíma þá satt forsvarsmaður vatnsberans í fangelsi. Það kemur í ljós síðar. Með endanlegum dómi Hæstaréttar var Þórhallur Ölver dæmdur til að sæta 2,5 árs fangelsi, auk þess sem honum var gert að endurgreiða þær 38 milljónir sem hann hafði svikið út úr ríkissjóði og greiða ríkissjóði 20 milljónir króna í sekt. Alls átti ríkissjóður því 58 milljón króna kröfu á Þórhall. Bókari félagsins, Agnar _V. Agnarsson, hlaut 2 ára skilorðsbundinn dóm. Hefði fengist einhver vinnufriður með þetta fyrirtæki, þá værum við löngu komnir í höfn. Þórhallur Ölver átti að hefja afplánun dómsins í byrjun janúar, en þegar hann gaf sig ekki fram og eftirgrennslan lögreglu bar ekki árangur, var lýst eftir honum. En það að
það búið að dæma því í Hæstarétti og þú veist að afplánunin yfirvofandi. Hvers vegna fórstu út þá í millitíðinni? Málið bara ekki svo einfalt að ég geti bara hoppað í burtu og farið í afplánun og skilið allt eftir óafklárað. Lögreglan í Glaðsaxi fékk upplýsingar frá rannsóknarlögreglunni á Íslandi símanúmer sem tengst gæti hugsanlegum dvalarstað Þórhalls Ölvers Gunnlaugssonar. Við athugun kom í ljós að það var í íbúð Íslendings í Herlev í útjaðri Kaupmannahafnar og þangað héldu lögreglumenn í morgun klukkan 9. En það rétt að þú hafir talað við þá í síma frá Kaupmannahafn og sagst fyrir Þýskalandi? Það alveg rétt. Hvers vegna? Ég var orðin eftirlýstur af Interpol og þeir vildu ekki draga það tilbaka. Þeir lögðu mikla áherslu á það að ég segði hvar ég væri og ég hreinlega treysti þeim ekki. Ég þurfti að ljúka mínu máli. Þórhallur Ölver sem gjarnan kendur við fyrirtækið sitt Vatnsberann kom til landsins í fylgd danskra lögreglumanna. Þórhallur Ölver fer væntanlega einhvern næstu daga austur á Litlahraun þar sem hann afplánar eins og áður segir 2,5 árs fangelsisdóm. Fangavistinn tók mjög á Þórhall og aðstandendur hans. Í fréttum sjónvarpsins 1996, meðan Þórhallur satt í fangelsi, birtist viðtal við bróður hans Ólaf. Sérðu mikinn mun á honum frá því að hann fór inn á Litlahraun fyrir 15 mánuðum? Gífurlegan mun. Þetta allt annar maður. Þetta niðurbrotin einstaklingur sem á sér enga von. Þegar að afplánuninni lýkur hér, hvað tökum við hér? Vatn. 1998 var Þórhalli síðan veitt reynslulaust af eftirstöðum fangelsisdómsins. Það má eiginlega segja að ég farið af Litlahrauni yfir á Stórahraun. Ég fór bara í stofu fangelsi. Þórhallur leitaði fyrir sér vinnu en fékk lítil viðbrögð. Ég satt heima og beið þess að það væri hringtími og eitthvað sem fólki talaði við mig. En svo var ekki. Ég beið í 7 mánuði og þá sprakk ég. Aðfaranótt 14. júlí stöðvuðu 2 lögreglumenn bíl við Skúlagötu 80. Ökumaðurinn kvaðst vera á leið heim til sín en lögreglumennirnir báðu hann að koma út úr bílnum þar sem blóð var á honum. Kom þá í ljós að maðurinn var meir og minna ataður í blóði frá Hverilli til Ilja og þar sem hann hafði enga áverka töldu menn víst að blóðið væri ekki úr honum. Aðspurður allt blóðið sagðist hann hafa lent í átökum við 4 menn í miðbænum en einn þeirra hefði fengið miklar blóðnasir og væri blóðið úr honum. Maðurinn reyndist vera Þórhallur Ölver Gunnlaugsson. Í kjölfarið var leitað í bíl hans og teknar af honum myndir og sýni úr fötum hans, auk þess sem læknir rannsakaði hann. Þar sem lögreglan taldi sig ekkert hafa í höndunum til að halda Þórhalli lengur, var honum sleppt morguninn. Þórhalli var þó sleppt eftir þetta en hádegi næsta dag tilkynnti íbúi Leifsgötu lögreglu að hann grunaði að ekki væri allt með feldu í íbúðinni fyrir neðan sig. Sagðist hann ekkert hafa heyrt frá íbúanum síðan í fyrradag og veit því eftirtekt þegar hann kom til og frá vinnu að dyrnar að íbúð hans væru opnar og ekkert hreyft við pósti. Lögreglan fór strax af stað og kannaði vettvang. Þar blasti við ófögur sjón. Á gólfinu lá maður á bakinu og búrhnífur hafði verið rekinn á kaf í brjóst hans. Í kjölfar þess sem gerst hafði nóttina nokkrum dögum áður var lýst eftir Þórhalli. Þegar ég rann på rótinu 17. júlí 1999 þá var það hádegisspil á laugardegi og þá áttaði ég mig á því að ég staddur í Kaupmannahöfn og ég settist niður og gerði mér ljóst að hann myndi ekki skipta neinu máli hvað ég segði og ég var eiginlega komin á þá skoðun að láta bara dönsku lögguna skjóta mig og svo ég ákvað þá, ef ekki verður úr að lögreglan skjóti mig að þá væri sennilega betra fyrir mig bara að játa verkna þegar í stað og fá gögnin sem allra fyrst og freista þess að geta sanna mitt sakleysi bara
í ferlinn áður en að mál færi fyrir dóm. Þórhallur var færður til landsins frá Kaupmannahöfn í gærkvöldi, en þangað fór hann að kvöldi miðvikudags. Hann var eftirlýstur vegna grunns aðild að dauða Agnars Vilhelms Agnarssonar sem fannst látinn í íbúð sinni við Leifsgötu á fimmtudag. Við yfirheyrslur hjá lögreglu lýsti Þórhallur því yfir að hann og Agnar hefðu setið við fíkniefnaneyslu og farið að deila vegna Vatnsberamálsins. Hefðu deilurnar það stigmagnast með ásökunum þeirra í garð hvors annars, þar til Agnar tók hníf og skipaði Þórhalli að fara út. Agnar var bókhaldari Vatnsberans og vikulega þá tók hann alltaf ákveðna upphæð og kom fyrir í Þýskalandi. Var þetta upphæð sem þið ætluðu ykkur til eigin nota? Sko, þetta átti að vera varasjóður. Í framhaldinum hefðu hafist átök á milli þeirra sem enduðu með því að Agnar lá hreyfingarlaus á gólfinu með hnífinn í brjósti sínu en Þórhallur alblóðugur. Fyrir héraðsdómi dró Þórhallur hins vegar framburð sinn tilbaka og kvaðst hafa komið að Agnar látnum og runnið í blóði hans á gólfinu. Héraðsdómur taldi hins vegar framburð hans ekki trúverðugan og dæmdi hann í 16 ára fangelsi. Hæstiréttur staðfesti síðan þann dóm. Minna því að það stendur ekki steinn fyrir steini í hvorki rannsókn, neinu, það ekki. Hann tar ekki einu sinni fingraför. Það ekkert. Hljóðupptökur, myndupptökur af lögreglustöðinni nóttina 14. júlí, hljóðritunum á milli lögreglubíls og stöðvarinnar 14. júlí, myndbandið úr Hafnarstræti 14. júlí. Allt þetta hvarf, ekki finnalega. Hæstiréttur taldi á sínum tíma ekki ástæðu til að gera mikið úr þessum atriðum. Vísaði rétturinn til þess að Þórhallur hefði margsinnis viðurkennt fyrir lögreglu að hafa banað Agnari og að skýring hans á því hvers vegna hann breytti framburði sínum fyrir dómi væri ekki trúverðug. Ég hef aldrei lagt hendur á fólk, aldrei nokkuð tíma. Ég hef barið í sundur hurð og borð og ég hef öskrað á fólk og skrifað fólki bréf og sagt við fólk að það ætti að vera réttrætt eins og hverja aðra sjávarrottur. Fólk hefur tekið þessum orðum allt öðruvísi, túlkað þetta á allt annan átt. En ég hef aldrei sagt við nokkurn einasta mann að ég ætla að drepa hann. En þú væri spurður í dag hvort þú hefðir ráðið Agnari bana, hverju myndir þú svara? Hverju myndi ég svara? Það... Rest Agnari bana? Nei. Ég kom að Agnari og þegar maður kemur að ættingja sínum, vin sínum með einhverjum stórslösum, dánum eitthvað. Ég hef aldrei lent í svona. Nema, þarna í Yrsusfellinu. Í skýrslu geðlæknis sem rannsakaði Þórhall í málinu og lögð var fyrir dóminn kemur fram að skotárásin sem hann varð fyrir í bernsku hefur markað mjög uppvöxt Þórhalls. Segir þar meðal annars að árásarmaðurinn hafi verið fyrirmynd hans og hugsun Þórhalls á efri árum hafi verið að árásarmaðurinn hefði verið verri en hann sjálfur og því telti Þórhallur sig með að gera ýmislegt vafasamt. Í framhaldinu segir geðlæknirinn: Það er því ljóst að virðing Þórhalls Ölvers fyrir vissum lögum var lítil. Hugo Þórisson er einn þeirra sálfræðinga sem mikið hafa unnið með börnum og úrlingum og þekkir vel hvaða afleiðingar ofbeldi sem þau verða fyrir getur haft á líf þeirra til frambúðar. Það er þekkt að þeir sem eru gerendur í ýmiss konar afbrotum hafa oft á tíðum verið þolendur sjálfir. Það er þekkt til dæmis varðandi þá sem eru gerendur í kynferðisafbrotum að hafa oft á tíðum með margir hverjir verið þolendur áður fyrr. Umfjöllunin morðið á Leifsgötunni fékk þungt á fjölskyldu Þórhalls. Þetta hafi náttúrulega gífurlega áhrif á okkur öll. Maður vissu tók þá ákvörðun að slökkva á sjónvarpi, skoða ekki blöð og þess að dala til að vernda börnin.
Í umfjöllun málið hafa menn mikið velt því fyrir sér hvert allir þeir fjármunir sem Þórhallur var dæmdur fyrir að svíkja út úr íslenska ríkinu hafi farið. Flest bendir til að megnið af því hafi farið í rekstur Vatnsberans, meðal annars til að standa straum af dýrum framkvæmdum, rannsóknum og greiða niður skuldir. Þessar raunverulegu myndir undirstrika hversu umfangsmiklar framkvæmdir var að ræða. Við málsvörð Þórhalls fyrir héraði var því haldið fram að hluti þessara fjármuna hefði verið í vörslu Agnars og þeim hefði verið komið undan á reikning sem Agnar hefði einn aðgang að, en þeir Þórhallur hafi ætlað að skipta fénu á milli sín. Skiptastjóri dánarbús Agnars, Atli Helgason, hélt því fram að við skipti dánarbúsins hefði ekkert komið fram sem rendi stoðum undir sannleiksgildi þeirrar fullyrðingar. Það mál tók hins vegar óvænta stefnu þegar skiptastjórinn var handtekinn, grunaður manndráp. Aðstandendur Þórhalls hafa miklar áhyggjur á heilsu hans innan fangelsisins og óttast afleiðingarnar. Og því miður að þá nú óttinn hjá okkur fjölskyldunni sá að ef hann kom svona út eftir 3,5 ár síðast þá viljum við nú helst ekki verða mikið á vegi hans eftir 10-12 þegar hann kemur eftir þetta. Og ég sé ekki fram á það að hvorki Þórhallur eða neinn annar ef því að skipta geti komið út í þjóðfélagið eins og staðan í dag sem heil manneskja. Því að í þessu kerfi eins og það núna þá heldur ekkert gert í því að reyna að byggja manneskjuna upp og að fá hana út aftur sem nýtan þjóðfélagsþegn. Þórhallur Ölver afplánar nú dóm sinn á Litlahrauni. Hann heldur enn fast við sakleysi sitt. Ég saklaus. Ég sit inni saklaus. Það betra að 100 sekir menn gangi lausir frekar en ég einn sit inni saklaus. Hvað sérðu sjálfan þig fyrir þér þegar þú losnar hér út? Ég veit það ekki, ætli ég fari ekki bara heim til konunnar sem hefur verið eins og klettur mér við hlið.